ekki pressa. Svona, já, hann fylgir mann með stundum. Stjórnir Klassinn gaf henni þrist. Þetta var ekki Þetta sjálfvirkt. Það automatískt. Lewis, Arthur. Lewis með ungan á sér fyrir skotið beintunni. Þetta nána sjálfvirkt líka, það bara hannig. Þannig að gera þetta í nokkur ákvæmdi. Pétur til varnar. Og það mokstur dæmdur. Mokstur dæmdur á yfirleika. Helgi Rapp, Pétur, þetta er Lewis. Þetta er Lewis fyrir Arthur, fyrir þristinn. Stuttur, Helgi með frákastunni. Fínt sókn af frákast í sókn. 14 sekúndur, Pétur, feikar á fleik, feikar þristinn. Ekki honni. Vill á Pétur til að stoppa. Það var sókn. Finnur útið þristinn, stuttur, fyrir út af. Lewis upp boltan. Pétur, inn á Lewis. Lewis á bara að fara á hann. Já, fær villuna. Gerir þetta svo vel. Þetta er svo einfalt fyrir hann. Og misskilningur hann á milli Lewis, Pétur og Arthur. Pétur með fínt follow-up í vörninni. Það er Theodor sem að leggur vörni handa. Setur upp. Frábærlega vel gert. Pétur. Varnar, já, ólega skrín vantarlega, já. Ólega skrín á Vilhjálm Theodor. Pétur til útaf fyrir Viðar. Helgi finnur Viðar. Viðar kemur hann á Darra Lewis. Og Lewis fyrir skotið. Setur hann ekki. Það kemur Svendi Klassinn upp. Tekur ratið 10 Niklas Villa á Arthur, já. Arthur. Og í boltan endalínu. Svenni, Lewis til varnar. Fínt dræf hann er tími boltan. Viðar kemur upp á. Dræf Viðarna. Missi boltan, hann finnur. Nær honum. Mikið dæða þetta saman boltanum. Hendan með þeirra Geringar á boltanum. Theodor sem að skotur á vítalínu sem geðar. Kemur Viðar. Geringar komið í svæði og þetta er bara slæmsending á Viðari. Það er treysta. Frábæra vel gert.
Sappi kominn inn á hjá Tindastól. Finnur Helgi Rafn. Helgi er að finna endanum Sappa sem fer að bræða. Sappi finnur Helga sem fer alla leið. Það er ekki óanlega framstöðu. Finnur Viðar finnur Addu. Addu finnur Sappa. Sappi feikar á það mittsýningu. Það er æsilega gott. Rólegur hann í körunni. Kemur boltan. Viðar til varnar. Sappi. Langur fyrstur. Þetta er brotið á sér. Finnur að rækja þimmáli og það er vittu. Skiptir við Tindastól. Hannes Ingi Másson kemur yfir fyrir Belarus. Flóttir fara villi. Það var svolítið áherslusins sókn hjá Tindastólsmönnum en lukkaðist á endanum. Sappi er að fara á línuna fyrir skot á 2 mínútum. Skipting á stólnum, Pálmi á skipting samleiðis hjá Írikkum. Inn á Írik núna er 16 Dikko, 14 Kristján Pétur, Svenni Klansingrunur, 10 Tómas Mitchell 11 og Björgur Ríkarsson líklega heitir ekki alveg Statti er úti og það er reiknað á hann. Samsöndi fyrra. Sveitnavítis ekki. Svenni kemur upp á boltan. Þetta sókn. Það er skrínið frá Mitchell. Fer að í múðuna. Missi boltan og út af. Það er Arthur. Sappi finnur Hannes, Pálmi fyrir utan fristinn, Viðar, Arthur, ekkert í gangi á Tindastól og endar boltinn að út af. Gilið sókn. Fullt af sendingum en allar voru fyrir utan þriggjastaðina. Svenni galopið þrist. Við erum boltan, það er bara næstu skóla á boltan. Helgi kemur á til björgar. Helgi finnur Hannes. Pálmi. Verða komin í einu hana. Viðar aftur að leið fær villu á Hannes Dikko. Viðar á línni. Fyrra skotið ekki á henni. Það er Lúis vantar að skipta fyrir skotmann. Seinni. Það var ný. Það er skipting. Viðar út af fyrir Lúis.
sterkur. Það sé mann pressa hjá Tindastól. Það ekki komið með hóttanvallana. Helgi sérst á áhenginu Tindastól. Það er eitthvað klikkað í vörninni þarna þar sem að hefur bara væga samt pirraðir. Það er Helgi með boltann. Pálmi í horninu. Kemur ekki inn að ofa, kemur hann inn að Sabba. Sabbi ekki fyrir hann að finna Pálma. Pálmi í þristinn. Setur hann ekki honum. Það er bara frábært dræf. Oddur Kristjánsson reitt hjá Íringum. Spilum með Grindavík í fyrra og kann skora boltann. Langan þrist og setur hann. Ákvæmlega er gert að setja. Kristjánsson, boltan. Lewis. Kristján Pétur. Finnur Jonathan Mitchell. Fyrir langan tvist. Setur hann.
klassin. Átján 17 staðan. 1:16 eftir að fyrsta leikluta. Lewis, það sem byrði í vörðuna, hann er bygg á. Oddur, Sveinbjörn, fiskinni frá Kristmanni poppar. Sveinbjörn í stóran þrist, setur ekki Helgi Rafn nær frá þessum endan. Lewis fyrir Flake. Flake er búinn á. Helgi eftir Flakeana. Það er svakalega djúpri stöðu. Það er eina af þessum að leikmaður IS þarf að gera það prógram til að fá að gera þetta. Hvað? Nei, ekki neitt. Ertu búinn að setja á YouTube það? Hvað? Ertu búinn að láta fólki á YouTube vita það? Ég hef sagt að leikur verður aðgengilegur á endanum á YouTube. Frábæðlega vel gert hjá Helga Rafn, stelur boltanum, kemur hann síðan á Lewis. Frábæðlega stendur. Pétur til varnar. Og nú er klukkan dottin út. Þarna kemur hún inn. Dómarinn er allt á hreinu. Staðan er 18:22 fyrir Tindastól, 28 sekúndur eftir af fyrsta leikluta. Stigahæstur hjá John Mitchell með 7 stig að vinna, hjá Stólnum er Darlús með 11 stig að vinna. Handtekk á fyrir John Mitchell baseline sem að mjög vel gert. 14 sekúndur eftir fyrsta leikluta af Lewis að dribbla hérna eitthvað af Pétur. Hefur það skrif frá Helga Rafn. Flake þrist, setur ekki honni í. En Lewis kappar sig inn. Hann er rosalega sterkur. 20-24 fyrir 24 fyrir Tindastól.
tindastól. Arthur, Pétur, Lewis, Helgi Rafn og Fleik. Og í ringum er Oddur, Tryggur, Kristján Pétur, Gjörn Mitchell. Sem því miður er ekki nafnaður sem að brjóta af sér þetta. Fyrir einu víti sem þetta var endur. Getur komið stóru sjussi við sem það gerir. 22-29. 8-20. Hannes, Helgi, Sappi og frábært.
þarna. Pálmi kominn inn á, finnur Sappa. Sending. Viðar fyrir dræfið, finnur Pálma fyrir utan. Pálmi þristinn, sem ekki honum. Svenni fer ángæðina að körna, þarf að spisa hann út. Þristur, Pálmi, frábært frákast. Finnur Pétur. Pétur fer inn í teginn, fær villuna. Andal á gólfinu. Já, það er bara boltinn á endalínuna og Pálma að setja þetta ofan í hana. Komið frábæra stöð hana og opinn. Flott dræf. Sappurinn er frákastunni. Og þetta er ekki leikið ofan í. Hannes. Oddur, frábært skotið. Hannes, Finnbogi kom inn á í fyrst skiptilínu fyrir Pálma. Pálmi inn á Soppa, Soppi backcourt og Hannes glæsilega gert. Frábæra verkulega. Hannes að koma inn í þetta með frábæra. Þar er Lewis, varnar. Frábært, Sappi næði síðan frákastunum. Mitchell óheppinn að setja hann ekki ofan í hana. Þar er Lewis. Þristun, setja hann ekki hann. Sappi til varnar, Glæsilegt. Gegnum brot þarna og fer alla leið og ofan í. Það er Lewis, fer baseline, finnur Pálma, Finnbogi fer inn í, finnur Sappa á baseline, það er ofan í. Vel gert. Finnur þess að spila bara nokkuð vel saman þessar mínútur. Spila hörkuvörn. Sappi, Mitchell yngur vandræðum með að finna boltan þarna. Enda með uppkasti sem er boltinn. Örin góða. Staðan er 28-37 fyrir Tindastól. 4:48 eftir að öðrum leikluta. Dikko kominn inn á hann og Kristján Pétur, hann fer í
langan þrist. Óopinn, frábært frákast. Kristján galopinn. Óopinn að setja það í góðin. Finnbogi, Flake, Arnþór, inn á Lewis. Lewis feikar upp og fær villuna frábært. Hann kann þetta allt. Ekki fyrsta skipti sem hann kemur inn á körfuboltavöllinn. Það er Lewis. Það er frá vítalína fyrir 2 mínútum. Fyrra viti er Bendoni. Skorað sitt 14. stig. Seinna vitið sömuleiðis. Kemur Tindastól í tveggjastafa tölu í mun, 11 stiga munum, 28-39. Hamid Dikko fær hann að tvöfaldskrín og vill á Finnboga. Hárrétt, en með hendurnar úti. Rauðgvöldur með þetta allt á hreinu. Kristján Pétur, óheppinn Helgi að stela ekki boltanum. Og síðan er Flake, en Flake stelur bara boltanum að Mitchell. Flake fær boltan, óheppinn, það kom aðeins svo nálægt. Helgi finnur Lewis. Lewis fyrir erfitt. Setur annan end one þrist. Lewis fyrir erfiðan þrist, fær mannin í sig. Setur bara skotið á leiðan á vítalínuna fyrir einu síðu. Mjög vel gert. Eins og við sjáum þarna staðan 28-42. 4-0-2 þegar að IR-ingar taka leikli. 14 staða munur fyrir Tindastól. Þar er Lewis óstöðandi hérna í byrjun leiks, 18 stig. Þar áttu kemur Hannes Ingi Másson 10. Já, IR-ingum byrjaði Jonathan Mitchell með 11 stig í fyrsta leikluta. Byrjaði þetta sterkt. Hann hefur ekki skorað það sem aðeins í öðru leikluta. Það er svolítið mislaðar hendur, sérstaklega hann í kringum körfuna. IR-ingar þurfa að finna meira menn eins og Sveinbjörn Klassen. Hann verður bara að skora fyrir IR. Þá er þetta að byrja. Og Tindastóll Seif spila án bandaríkjamanns síns sem er ekki ennþá kominn til landsins. Hann er áættur með Icelandair bara í fyrramálið. Verður orðinn slípaður inn í liðið fyrir sunnudaginn. Fulla trú á því. En þar er Lewis, hann er að fara línuna. Kontrar því honni. Það er pressa. Og það er stólinn bolti. Óheppinn hann að Björgvin búinn að stinga Lewis af. Helgi Freyr kominn hann inn á. Helgi Rapp, Finnbogi í horninu. Helgi Rapp, Helgi Freyr og Lewis fyrir þristinn. Setur ekki. Helgi er með sterkt frákast. Nær sínu aftur og fær skref. Sýndist að held að það hefur verið brotið á honum, en fyrst að það var ekki dæmt og þá er augljóslega skref. Hamid Dikko og Finnbogi til varnar. Helgi Rapp. Heppinn að fá ekki villu þarna. Lewis er að stela boltanum. Kristján Pétur galopinn þrist. Nákvæmlega sama stað á hann, þá klikkar hann. Gerir það ekki aftur. Draði svona í. Minkamun í 12 stig, 31-43. Flake, Finnbogi, Helgi Freyr. Helgi Rapp. Flake stígur út af. Arnar Augu, Leif Skarðarssonar.
dómara hana. En það bara IR bolti, skiptingar, PT skiptir mjög ört. Það að dreifa spilatímanum mjög mikið. Og nú Hannes Ingi og Pétur komin inn og Finnbogi og Lewis. Já, Lewis var þetta, já. Hannes, frábært, fín. Hannes stelur bara boltan hana. Helgi Rafn bjargar hann síðan með því að grípa hann. Helgi Rafn fyrir þristinn. Setur hann, Hann leit vel út, þetta skot hjá hann. Kristján fyrir þristinn. Hann setur þetta. Já. Transition þristur. Frábærlega gerð. Vingarnir 9 stig, 34-43. 2:41 eftir af öðrum leikhluta. Og Kristján Pétur búinn að setja 3 slíka þrista. Og dómarar hjá okkur í kvöld eru Leifur Garðarsson, Einar Skarphéðinn og Rögnvaldur Heiðarsson. Þessir dómarar hafa dæmt nokkra leiki hér á Íslandi. Svo eiga sett. En eins og ég var að segja annað, þá Chelsea-menn að spila án Bandaríkjaleikmannsins Jerome Hill sem er áætlaður morgun, föstudag til landsins. Ætti því að vera klár fyrir sunnudagsleikinn sem er á Sauðárkróki klukkan 19:15 á sunnudaginn. Hvet alla til að mæta á þann leik. Þá fer þetta að byrja hérna hjá okkur Bragi, þjálfari IR-inga og Íti, þjálfari Tindastóls eru búin að leggja línunar. Sama liðin á Tindastól. Hjá IR-ingum er það Hamid, Björgvin, Jonathan Mitchell, Sveinbjörn Klassen og Kristján Pétur. Mér sýnist nú öll að IR-ingar séu að fara í svæðisvörn. Já, að fara í svæðisvörn. Helgi Freyr vil fara að finna eitthvað inn í liðinni, ekkert í gangi. Erfið sending, Hannes fyrir þristinn, setur hann ekki ofan í. Þetta er akkurat það sem IR-ingar vilja. Kristján Pétur langaði þristinn andan maður. Sveinbjörn Klassen setur hann ekki ofan í. Sóknarfrákast. Ja, opna hann. Bara mistök á báða bóa sem kemur að verkum að IR-ingar bara fá boltan síðan. Byrjaði á því að Björgvin hendi boltanum frá sér, tekur dribblið upp og hoppar. Áður bara ákveður hvað hann ætlar að gera úr boltanum. Síðan gerir Hannes nákvæmlega sama. Kasta boltanum áður þess að vera búinn að finna leikmann til að senda. Sveinbjörn Klassen inn á Mitchell og það er vill á Svavar líklegast. Já, fyrir að ýta hana. Flott. Baseline cut hann hjá Kristján Pétri. Fær galopið, auðvelt leður boltanum, ekki galopið en auðvelt bara. Setur það á hann, Fleik fær boltan inn í miðjuna, út á Soppa, Soppi finnur Hannes, frábærlega vel gert. IR-ingar gleyma sér hann í vörninni, gera að verkum að Hannes verður galopið undir körfunni og Soppi fann hann. Vill á Soppa. Sveinbjörn Klassen með flott dræf hana. Hannes út af fyrir Darri Lewis. Sveinbjörn er leiðin á línuna. Fyrir að viti á Sveinbjörni. Það lekur honi. Staðan 37-45, 1:16 eftir að fyrra hálfleik.
Seinna víti á Sveinbirni. Það fyrir Raksveitsson. Pálmi kemur inn á fyrir Svavar. Svavar kom með 3 víti. Það er Pétur Arnór, bakvarða Sveit Stólana. Pálmi finnir í hornið, Pétur í gegn. Lúis finnur fleik og það er auðveldur tvistur. Pálmi, hann átt að grípa þetta Pálmi þarna, staðan fyrir að blaka honum. Hamid Dikko alltaf leið, gerir það, fer ekki onni. Fleik með frákasti finnur Pétur. Pétur alltaf leið fær villu á Kristján Pétur og það er á gólfinu, já. Hárrétt hann á Leifur Garðarsinni. Það er bónus, þannig að það skiptir ekki máli og Pétur er á leiðin lína með séns á að setja 2 stig. Klúður á fyrravítinu. Þá á hann bara séns á að setja 1 stig. Seinna-vítið setur það hann í 38-46. 50 sekúndur eftir af öðrum leikluta. Það er villu hann að Pétur. Ekki sáttur. Rýtsinn villa hana. Hamid Dikko á línuna. Fær 2 víti. Það var hann í. Seinna víti á Dikko. Það fyrir sömuleiðis. Kommaður. Kemur Pétur upp með boltan. Finnur Lúis. Arnór. Pálmi. Finnur Lúis í horninu. Lúis feikar Pétur. Það er léttan tvist hana. Náði Kristján upp á gólfinu og þá var eftir leikurinn auðveldur. Hamid Dikko ætla að dribbla út klukkuna. Og fer á stað núna, 11 sekúndur eftir. Finnur Jonathan Mitchell, frábærlega vel gert. Misskilningur þarna í vörninni á Tindastól. 5 sekúndur eftir, 3, 2, 1 og Lúis í þristinn. Setur hann onni. Fáránlega vel gert hjá Lúis. Það er lítið hægt að segja það. 42-51 fyrir við inn í hálfleikinn fyrir Stólunum og stigaskorið er þannig að hjá ÍR-ingum er Jonathan Mitchell með 13 stig, Kristján Pétur með 11, aðrir minna hjá Tindastól er Darri Lúis með 24, Hannes með 10, aðrir minna. ÍR-ingar eru kannski skoðum í smá villuandræði, 3 hjá þeim með 3 villur og þar að leiðandi og einn af þeim er Sveinbjörn Klass og William Theodor sem eru byrjunarliðsleikmenn. En við segjum þetta gott í bili. Náttum ég eftir áralanga ferð með Er ég komin á það? Jæja, þá verðum við að byrja þetta aftur. Staðan í hálfleik á 42-51 fyrir Tindastól. Ég er í smáraðis villuvandræðum. Við erum búin að fá ansi margar villur á sig. En minnkaði hérna þennan leið á seinni helming fyrir hálfleiks.
En það byrjað þannig að samanbyrjunni hjá Tindastól og í fyrrháleik. Pétur Addu í bakvörðunum, Lúis Fleyg og Helgi Rapp framherjar hjá ÍR-ingum Björgvin, Kristján Pétur, Hamid Dikko, Sönni Klassen og Jonathan Mitchell. Þeir halda áfram svæðisvörninni. Arþór, Lúis, Fleyg, Finnur Helga, Helgi skrifar. Óöfnandi Helgi Rapp. Arþór var kominn hann að 45 gráðunar. Fín vörn hjá Pétri, Fleyg, ójafn leikur hérna. En Klassen Sveinbjörn náði ekki að redda sér í. Lúis kemur upp með boltan. Lúis finnur Arþór, nátt að skjóta þessi bara hana. Arþór finnur, ætlaði að finna Pétur en Björgvin kom inn í sendinguna og Hamid Dikko, erfiða sending og Sveinbjörn. Sveinbjörn finnur Kristján Pétur. Dræf, Mitchell, ennþá mislaðar hendur frá því fyrrháleik. Frábærlega vel gert. Já, Sveinbjörn í Klassen. Fær smá hjálpanda frá félaga sínum. Frábært dræfi á hann. Erfið sending. En Pétur galum með þrist og setur hún í. Hamid Dikko. Og Sappi. Erum við komin í loftið það? Já. Og kvöldið gott fólk. Þeir sem eru komin að tölvuskjánum, sjónvarpsskjánum, viðtækjunum. Þá erum við þriðja leikluta hérna. ÍR Tindastóll, staðan er 44-54 fyrir Tindastól. Sveinbjörn Klassen með þrist. Ekki og að frábær barndagur Jonathan Mitchell hann á móti Sappa. Átta 23 eftir af þriðja leikluta. Enn og aftur fá ÍR-ingarnir innkast, ná að koma boltanum beint undir körfunni í innkasti en Lúis var sig og nær boltanum af Kristjáni Péturi. Pétur aftur galopinn þrist. Setur ekki að stuttur. Kristján, hann hótar þristinum. Sveinbjörn heppir þarna og Pétur náði ekki að redda honum og Pétur kemur upp með boltan. Hann fer bara alla leið og brotið á hann. Pétur fer á línuna með séns á að skora 2 stig. Rögnvaldur hann að leyfa Vilhjálm Theodór að koma inn á fyrir Sveinbjörn Klassen. Lúis anda með sendingu sem komist inn í. Það er Lúis, Arþór, langur þristur Arþóri. Ekki honni Fleyg með frákastið. Ætlaði að koma beint á Sappa en það er eitthvað
Já, afsakið sig þarna. Er þetta ekki komið í gang? Það er Dikko, Finnur, Kristján Pétur, Vilhelm Theodór. Frábærlega vel gert. Hann verður að setja svona honni. Þú ert að borga manninu fyrir að setja svona honni. Það er bara hann. Lewis með hreyfingar hann. Kæruleysilegt hjá Darrell Flake. Og það er önnur tróðsla hjá Björgvin í leiknum. Frábærlega. Lyftir aðeins upp stúkunni hjá Íringurum. Sabbi erfis enn og aftur er Íringur bara að spila frábæra vörn og Lewis var villu. Íringur er bara að spila mjög góða vörn núna og er að uppskera Erins erfið. Komum við núna 3 eða 4 stóla bolta á mjög stuttum tíma. Það er innkast við endalínuna. Og enn og aftur, misskilningur í innkasti hjá frábært rönn hjá Íringum, búinn að minnka þetta niður í 5 stig, 50-55 fyrir Tindastól og þar er aðalega bara frábær vörn hjá þeim og þeir eru að fá auðvelda. Sjáu þarna frábæra stemning hjá Íringum og þetta er bara kæruleysilegt hjá Tindastólsmönnum að tapa boltanum hana. En að samanskapi mjög vel gert hjá Íringurum að koma svona vel stemdir eftir hálfleikinn og hefur væntanlega Bjarni messað vel yfir sínum mönnum í hálfleik. En ég ætla að vona að þið sjáið fína útsendingu hjá okkur núna. Þetta er erfitt en ef að fólk hefur áhuga á að þá mun leikurinn koma í heild sinni inn á YouTube eftir leikinn með fyrri hálfleik og öllu og ég mæli með því að horfa á fyrirleik. Hann var mjög skemmtilegur og þar gat maður séð Darrell Lewis spila mjög einfaldan, bara einfalda sín körfubolta. Effektíft en samt án allra krúsindúla. Kemur Pétur boltan. Darrell Lewis, Helgi Freyr, Pétur, Pálmi verður að finna svappa hana, vel gert og endanum galopið þristi og Helga Freyr beint honni. Svona spilaði Tindastóll síðustu 3-4 sóknar í fyrra hálfleik og fengu körfurinn og hann er blokk bara hjá Pétri, frábærlega vel gert og aftur blokk hjá Pálma. Hamid Dikko er ósáttur, vill á villu og Helgi Freyr fær aftur í þristinn og setur það ekki honni í Lewis með sóknarfrákast og setur honni. Réttum að rauta stað. Hann er það mjög oft. Þá er Vilhelm Theodór, Kristján Pétur, Björgvin fer alla leið að Mitchell kemur með teppin eða. Lewis upp með boltan, Helgi Freyr, Pétur, Pálmi, koma honum inn á svappa. Ekkert í gangi hjá Tindastólsmönnum. Pálmi þarf að gera eitthvað 5 sekúndur eftir á skotklukkunni. Lewis fer í þristinn, setur hann ekki honni og það er vill á svappa, 4. villan á svappa. Það er bara ekkert í gangi í sókninni hjá
náði einni sókn, kom boltanum inn í teiginn. Vörnin hjá ÍR-ingum féll saman þá fengur Gallup með þrist. En þessi sókn var ekki erindis erfiði. Það voru alls konar skiptingar síns mér. Já, það er sumt klassinn. Björgvin, Oddur, Jonathan Mitchell og Vilhjálmur hjá ÍR-ingum. Það var bara hann var að setja þetta ofan í óhefinn hann. Bara vel gert, sprengir í börninu hann, kemur hann á Vilhjálm og enn og aftur kæruleysandi sending hjá Tindastömönnum og þriðja tróðstan. Þetta er mjög vel gert, frábærlega vel gert. Stórleikur hjá þessum dreng. Arþór, Helgi Freyr, Pálmi. Arþór í horninu, fyrir baseline. Finnur Hannes Gallup þrist, setur allt og stuttur. Staðan er 54-60 fyrir Tindastóll. 4:02 eftir að þriðja leikluta. Pálmi til varnar hann. Vill og Hannes á. Mitchell, Helgi Rapp til varnar. Helgi Rapp ófnir að stela ekki boltanum hann. Villa á Helgi Rapp fyrir náttúrulega svona styðja sig við Jonathan Mitchell og það er kominn bónus. Þannig að ÍR-ingar fá það er fyrra vitið hjá Jonathan Mitchell. Það er honni. 5 stig, 55-60 segi. 3:46 eftir af þriðja leikluta. Seinna víti sömuleiðis honni. Arthur kemur upp boltan. Hannes, Pálmi, Arthur. Hannes, Helgi Freyr, ekkert í gangi, erfitt skot, setur honi vel gert Helgi. Bjarga okkur út úr hana sókninni. Það verður erfitt að lifa svona skoti hans eftir leiksins. Sömuleiðis og ÍR, erfitt skot, setur ekki honi. Hannes kemur upp boltan, Arþór. Arþór finnur Hannes. Hannes á Helga Freyr. Helgi Freyr mjög langan þrist, setur honi. Frábærlega vel gert. Allt í einu Helgi Freyr búinn að koma sig upp í 10 stig. 56-66. Slekkur í ÍR-ingunum hann sem voru komnir á fínasta raun. Og Helgi Rapp kom með 9 stig. Staðan 56-66 fyrir Tindastóll og 2:57 eftir af þriðja leikluta. Stigaskorið hjá ÍR-ingum að dreifast jafnt og þétt. Björgvin með 12, Jonathan Mitchell 17, Kristján Pétur 11 og Ari minna. Hjá Tindastóli Darrell Lewis var allt í öll í fyrra hálfleik með 26 stig. Aðrir hafa svona aðeins tekið upp brúsan núna og það aðalega Helgi Freyr sem er komið 9 stig. Síðan er Hannes Ingi með 10 sem var öll skorið í fyrra hálfleik. En aðrir eru með minna.
og væri þyrftu Tindastólsmenn að fá framlag kannski frá einum aukalega svona til að en þá er þetta alltaf að fara í gangi hjá okkur. Kemur Óttóma-boltanum. Hann bara fer á Hannes. Erfiða sending á döðu sem reddar honum. Kristján Pétur galopinn í horninu og setur honi. Glæsilega gert. Arnþór heppinn skrifa hérna. Helgi Freyr finnur Arnþór að fara að villa á Kristján Pétur. Það er skipting hjá Tindastól. Helgi Freyr út af fyrir Darri Lewis. Villa og Pálmi óheppinn að setja í góni. Það eru 3 víti. Já, Pálmi er að fara á línuna fyrir 3 vítum. Leiðir þetta mig hérna, ég er búinn að segja að Hannes Ingi sem er 10 stig, en auðvitað er að Svavar allir sem er með 10 stig. Hannes Ingi með 6 stig. Svavar var mjög aggressífur í fyrra hálfleik með 10 stig og spilaði flott afur. Er aftur á móti komið 4 villur. Eini sem er í villuvandræðum hjá Tindastól. Hjá ÍR-ingum er Vilhjálm Theodór með 4 villur einnig. Pálmi klúr á fyrsta villinu. Síðan erum við með 3 villur, Daði Berg, Sjöfn Klassen og Kristján Pétur. Pálmi klórar vítinu, Sveinbjörn fer bara alla leið, finnur Kristján Pétur í horninu. Það er ekki honni. Lewis með frákastið, það er að skoppa á hann í spjaldinu. Þannig að leifum við þetta allt á hreinu. Hefur ekki verið leikurinn hefur verið mjög vel dæmdur hérna í kvöld. Arnþór, Helgi, Lewis, Fleik, Arnþór. Helgi Rapp fær boltan á baseline, það er trappaður. Erfið sending á Lewis. Lewis fer inn miðjuna. Fleik finnur körfuna. Hann veit nákvæmlega hvar karvan er. Það litla baby húkan hjá honum. Sveinbjörn langar að skjóta fyrir baseline. Björgvin skýtur, setur ekki honni í Fleik með frákasti. Outlet sending á Lewis sem fer alla leið og skorar. Frábærlega vel gert. Munurinn er orðinn 11 stig, 59-70. Hannes til varnar, Arnþór, Helgi og Villa. Og þetta er Helgi Rafnanna. Leifur gefur Helgi Rafni hann orðið í eyra fyrir að hlaupa með boltan hann. Hann hefði örugglega mátt hlaupa hann ef hann hefði ekki verið með boltan með sér. En dómarinn hefur þá boltan allar á réttum stað á vellinum. Það er bónus, þannig að Jonathan Mitchell er á leiðin á línuna og fær 2 stig. Já, mögulega okkur 2 stigum allan. Hann er búinn að vera nokkuð öruggur í kvöld, þannig að ég gerir ráð fyrir að hann haldi því bara áfram. Já, hann tútur að þessu væðalmóni. Engin vandamál á þessum heimanum. Kemur Pétur. Arnþór. Finnur Pétur. Fleik. Já, beint hún í.
Flake tekur þetta sko bara snemma á mótnana, ekkert vandamál. Flott vörn í sólunum þarna. Lewis til varnar. Dræf diss út á Kristján Pétur og Oddur með galopið þrist. Setur hann ekki honni í. Pétur með langa sendingu Lewis, kannski helst til að há. Lewis finnur Arnþór sem feikar, skrefar örugglega. Lyfti hérna það sem kallaði snúningspivotfót, snúningsfætinum. Það er svona vondu eftir. Pétur til varnar, Oddur hann að einhverja dribblæðingar. Heldur að hann að dribbla, það er fótur á Helga líka. Skokklukkan er sett í 14 sekundur og það eru 26 sekundur eftir að þriðja leikluta. Staðan er 61-72 fyrir Tindastól. Það er þetta kerfi bara á erfitt hjá Tindastól að verjast hann eða innkastkerfi hjá Íngjöldum en það virkar núna. Það er Flake á Sveinbirni klassinni langt út á velli. Það er bara óefni á Sveinbirni. Erfitt skoti á Kristján Pétri. Óefni að setja í Jóni, frábært hjá Helga hana. Og það eru 6-5-4. Lewis var dæmd hann á þessu rauðning. Vel tekinn rauðningur hann á þessu. Staðan er 60-72. 2 sekúndur sem Íringar hafa til að henda boltanum upp og reyna að skora. Píti gera hann smá breytingar til að Sveinbjörn Klassen fór allar völlin og fekk galopið leiðan, en setti það ekki ofan í. Já, bara vel ótrúlegt. Ég kjafstóð þegar ég horfði á það. En þá er þriðji leikluti búinn. Ég steig mín fyrstu skref með manneskju sem ég fann reikandum alein en dró allan nátt mér eftir áralanga ferð með svartan. Fjórði leikluti að hefjast. Það eru 10 mínútur eftir að körfubolta í kvöld. Já, ég græði. Ír bolti vantarlega. Vörinn segir það. Leifur Garðarsson með þetta allt á hreinu. Það er bara mistök hjá Rögnvaldi dómara. Hann var ekki búinn að segja að þetta væri í lagi. Leifur setta rétt að byrja. Smá bara beðið til ritaraborðinu.
leiðilegt fyrir IR, þeir voru komnir hérna bara í galoppi layup. En rétt skal vera rétt og Rökkveldur með þetta allt á hreinu. Leikurinn byrjar ekkert fyrir Rökkveldur að segja það. Ég vil minna fólk á að, eins og sagði áðan, að leikurinn mun koma í heilsinni inn á YouTube fljótlega eftir leikinn og verður þar aðgengilegur allur leikurinn, þar að segja. Þetta er komið allt í gang hérna. Helgi, það er Oddur hérna. Getur erfitt skot í Oddi og hann er að fara að dundra. Já, Helgi eftir Oddi. Skotið á dribblingu bara og dundrar honum. Flake, Lewis, Arthur. Arthur finnur Helga. Helgi, erfiða sending og Flake. Það er beðið eftir að Sveifell Klassen komaði til að taka innkastið. Það er langlensingni, Oddur hérna á Villa og Lewis líklegast. Nei, Villa og Helga. Það er Villa og Helga Rapp. Það er fjórða Villa hans. Þetta er í skotinu þá, hann er frá leiðinu línuna. Setur það ekki hún í. Afsakaði hann áttur á, ég er ekki með nöfn á þetta leikmönnum. Startið var ekki í gangi hérna fyrir leik og ég hef ekki fengið það upp ennþá. Þannig að vonandi takk ég það með jafnaða geði. En þetta er hérna. Pétur. Lewis. Arthur. Arthur finnur Sappa átt að taka þetta skot. Arthur opinn þrist, óheppinn hann. Villa á Pétur. 2 skot segir Leifur, þannig að hann var komin í hreyfinguna. Sýndist það reynda líka. Hann var kominn í leiðuppskrið. Ja, hann er á leiðinu línuna, já. Björgvin klikkar úr fyrra. Seinna vítið er Óni. Björgvin kemur úr Fjölni verið rétt. Það er úlingastarfinu þar ásamt til dæmis Arthuri sem er hjá okkur og Ægir Þór Steinarsinni sem er hjá KR-ingum. Haukur Helgi Pálsson sem er landsmaður hjá okkur. Allt úr úlingastarfinu Fjölni eins og Flake setur þrist. Kemur stöðun upp í 66-75. Mitchell og Soppa setur ekki hún í. En Sveifell Klassen er frábærslega klúður að layupinu og fær 2 vítaskot. Já, eins og ég var að tala með hún er frábært úlingastarf hjá Fjölni. Komið með landsliðsmenn og þetta er allt í tipptoppið þar. Og tennastóla á þessari leikti er einmitt meira og minna allt uppaldi leikmenn. Það eru ungu strákarnir hjá okkur er allir uppaldir og síðan kjarnina þessum gömlu í bland við nokkra aðfluta. Eða þá 4. Það er Lewis, það er Flake, Arthur og Bandaríkjaman sem var mjög góða. En Hannes kemur upp hóttan. Svavar, Lewis, Flake, Arthur, finnur Hannes og það er þristur. Lewis óvinna á fórstinu en Kristján Pétur náði að bjarga boltanum en
boltan sem var út á hinum einn. Þessi var ætlaður Jonathan Mitchell sem var hann í frábæru stöðurunni á vallarheimilum Tindastóls. En Kristján Pétur sjá til þess að hann átti aldrei möguleika á að ná þessu bolta. Kemur Hannes upp með boltan. Kemur Helga Freyr, Lewis, Sappi, Helgi Freyr, Hannes, Lewis. Það þristur á Lewis. Setur ekki á henni. Sappi ætlaði að reyna að blaka honum hann áfram eitthvað. Það var enginn til að taka við honum, þannig að Sveinbjörn Klessin kemur upp, hann fer alla leið. Það er vill á Lewis sem er fjórða vill á Lewis. Það eru 8 mínútur eftir á fjórðuleiknum. Þetta hefur gengið svakalega hægt. Fjórðuleiknum þarf að segja. Kristján Pétur, Helgi til varnar. Sveinbjörn væntanlega ætla að fara á Sappi sem 4 villir á sér. Hamid Dikko setur boltan aftan á körfuhringinn og sem enda með því að hann dribblar vona sköldu og aftur fyrir sem er Tindastóls bolti. Lewis um boltan, staðinn 68-75 fyrir Tindastól og 7:40 eftir að fjórðuleiknum. Tindastóll ekki að leysa þetta svæði neitt rosalega vel. Sappi með tvist af flott. Það ákvað að svara orðum mínum bara með körfu. Helgi varnar á Odd, finnur Jonathan Mitchell. Og það er frábærlega vel gert hjá Pálma. Tekur á sig Mitchell hana. Gefur frá sér 1 sem gera það verkum að Rögnvaldur dæmdi ruðning á Jonathan Mitchell. Þetta er fyrsta villan hjá honum. En Tindastóll eru búin að sanga sér mörgum villum núna. Og eru 4 leikar komið 4 villur. Það er Helgi Rafn, Darri Lewis, Svavar og Pétur. Lewis finnur Helga Freyr, langaði skotið, hætti við, finnur Pálma. Pálmi fyrir flóturinn, hann er blokkar að Jonathan Mitchell. Sappi verður að skjóta. Og hann finnur Pálma sem skýtur, það er nóga til að fá nýja skotklukku og Lewis kemur með sókn á frákastinu og setur boltan. Hann er svo vel staðsettur þessi drengur, það er rosalegt. Hamid Dikko og Helgi Freyr til varnar, hann bara rennur. Þetta er Lewis nær boltanum og það er Oddur sem bara brýtur á Lewis. Lewis kemur út af og Pétur inn á. Lewis er búinn að skila frábær leik þarna að komið 30 stig og myndi halda góðan slatt af frákvæstum. Kemur Björgvin inn fyrir Hamid Dikko. Sveinbjörn Klessin hérna biður stuðningsmannasveitina aðeins að láta heyra í sér. Óíþróttamannslið vill á Sappa hana og sem gerir það verkum að hann er að fara. Hann er komið 5 villur, þannig að hann er að hrúta af. Og Oddur er að fara á línuna fyrir 2 skotum og Íringar fá bolta síðan á miðlínu. Það sem að Leifur Garðarsson sjáið hann niðri í vinstri megin. Fyrraði skotið, það er engin vandræði þar. Inná hjá Tindastóll núna eru Pétur, Hannes, Helgi Rafn, Helgi Freyr og Pálmi. Setanvíti hjá Oddi og Róni. Inná í Íringum eru Sveinbjörn Klessin, Oddur Björgvin, Jonathan Mitchell og Kristján Pétur. Nú er stuðningsmenn liðanna farnir að láta heyra í sér. Lítið eftir, 6,5 mínúta. Staðan 70-79.
Daði Berglundur hafa meiðst í byrjun leiks. Hann spilaði hérna til byrja með, en hefur ekkert spilað langa tíma. Jonathan Mitchell, frábært. Skotana, það er Villa. Hárrétt. Villa Odd fyrir að standa fyrir Petri, að hip-tjekka Petur hann á miðlínunni. Pálmi kemur út af fyrir Fleik. Hannes finnur Pétur. Pétur og Hannes. Helgi Freyr langan þrist. Setur hann ekki honni. Það er Jonathan Mitchell sem blakar hann út af. Fín barátta á Fleik. Pétur, Helgi Freyr á Pétur. Það er honni. Það er hún langur, hann nær sín eigin frákasti. Finnur Helga Freyr. Helgi Freyr er að brota á hann. Björgvin er ekki sáttur með þennan dóm. Það er svona þegar að svona rýtsinn aftan frá að það er nánast alltaf dæmt. Eina skarpinn aðvara Björgvin hann ef hann heldur áfram að mótmála. Það segir ef hann mótmála aftur og þá fá hann tæknivillu. Það tekið svolítið. Helgi Freyr, það er langur þristur aftur. Hann setur honni. Þeir eru að bjóða hann með skot og hann bara tekur það og það er bara honni. 72-82, 10 stiga munur fyrir Tindastól. 5:37 eftir að fjórða leikluta. Ég minni enn og aftur að leikurinn mun fara í heild sinni inn á YouTube fyrir þá sem hafa áhuga á því að horfa á alla leikinn. Verður hann vonandi skömmu eftir að leikurinn er búinn. Það er bara til teiknum. Björgvin nær frákastinu. Kemur honum á Odd sem kissir hann af spjaldum og honni. Mjög vel gert. Pétur finnur Helga Freyr. Helgi Freyr langaði skoti, finnur Helga af. Óhefn. Helgi mjög góða. Eftir mikinn darraðans þá endar með að Jonathan Mitchell næri ekki að koma boltanum honni. Átti erfiðleikum með að finna boltan hann. En skipting á tindastmönnum. Pétur Arthur og Lúisi kom inn á. Út að fara Helgi Freyr og Hannes. Pétur finnur Fleik. Fleik með langasendingu Arthur. Finnur Lúis. Pétur stillir bara upp í sókn. Arthur. Fleik. Arthur. Skjóta. Finna Lúis á baseline. Þetta er bara eins og að drekka vatn fyrir hann. Þetta er svo einfalt. 74-84. 10 stiga munur fyrir Tindastól. 4:30 eftir að fjórðarleikluta. Villa Fleik. Hárrétt. Stoppar hann Odd. Eftir Arthur festist í góðu skrýni. Fleik hefur ekkert að gera í Odd hraðan honum. Odd er fyrir að lína og þetta var 5. Nei, ég er bara ruglaði. Þetta var bara fyrsta villan á Fleik. Það segja Odd að gera það sig. Höggveldur fyrir alveg eftir bókinni. Tóknum eftir það voru nokkri hérna í undirbuxum sem voru ekki í sama lit. Það er nú einhverju dómarar sem geta sagt eitthvað við því. En okkur er alveg
slétt sama hérna. Pétur kemur upp boltan. Fer heppinn að fara ekki í trappu. Helgir hann fer upp í layupið og ég myndi halda að hann hefur blokkaður, það sem ég ólíklegt hann hafi bara hent boltan út af. En Leifur Garðarsson dæmir ígreiningu boltan. Og þá er það bara þannig. En Tindastóls eru eitthvað Leifur með flottar útskýringar hann. Með handarhefingunum Helga á hreinu. Þetta eru flott að sjón, það er bara hannig. Kemur Sveinbjörn með boltan. Oddur. Hann lifnar úr húsinu. Arnþór til varnar. Flott vörn til Arnþóri. 76-84 fyrir Tindastóls. 3:50 eftir. Pétur, Pálmi, Arnþór kemur í hornið. Helgi vill fara á Theodór, finnur Pálma, skref og Pálma væntanlega á. Tekur hann að lítið hopp með boltan. Það er bara óleyfilegt. Þannig að þetta er bara hárrétt dómur. Sveinbjörn fer bara alla leið en Lewis blokkar hann í hæstu hæðu. Það er ekki að sjá að maðurinn sé að vera fertur. Það er bara Arnþór fær ruðning síðan á sig hann. Setur öxlina undan sér. Já, þetta er bara rétt dómur. Tekur boltan og setur hausinn öxlina undan sig og inn í mannin. Það er undantekningarlaust ruðningur. En þetta, ég mæli, það er bara fyrir góða heilsu fyrir alla að horfa á þetta blokki að Lewis hérna. Þannig ég mæli með því að þið bara skoði það aftur. Getið þess að spóla bara núna og horfa á það. Það kemur Oddur upp boltan, Arnþór til varnar. Lewis er að stela hann að enda með að Kristján fór galop í skot sem að klúðrar Fleik með frákastið. Pétur, Pálmi finnur Fleik vantilega, finnur hann ekki neitt og Lewis í galopum þrist, setur hann onni. Maðurinn er komið 35 stig, hann er að gera gjörsamlega allt á vellinum. Einar Skarphéðinn að biðja bekkinn á Tindastóls að setjast. Sveinbjörn þarna. Þvílíkur leikur hjá honum. Þetta er frábært. Þvílíkur íþróttamaður. Það er bara að tróða hérna þrisvar í kvöld. Ég mæli með að bara fylgjast með Fleik. Sjá gamla kallinn maður. Skilur hann bara eftir á dreiflinu og leggur hann lauflétt honum. Kemur þessi í 78-89, 11. munur, 2:24 eftir að fjórðarleikur gaf. En þetta hefur svona gengið nokkuð þægilega fyrir sig, eins og við sjáum þarna á töflunni að þetta fín, veldæmdur leikur. Engin vesen, engin villuvandrið þannig séð. Svavar er búinn að villa, brjóta á sér 5 sinnum, þannig að hann er úr leik núna. Skilaði fínu dagsverki, hörkuvörn, 12 stig. Lewis er búinn að vera langbesti maður vallarins. Það er ekki hægt að deila neitt um það. Ég vil heyra rökin fyrir þeim sem ætlar að deila fyrir það. Hann er komið 35 stig og væntanlega einhver 10 blokk og einhver stóðsendingar og 10 fráköst kannski, 1 blokk kannski. En hjá Íringum hefur þetta verið nokkuð jafnt þegar Björgvin
Ríkharðsson hefur verið þeirra jafnbesti maður til að hörku vörn. Hann farið fyrir þessari svæðisvörn sem fóru hann að stál boltanum gríðverk, tróða þrissar, frábærlega og svakalegur íþróttamaður. Jonathan Mitchell hefur verið ekki nógu stabíll hjá þeim. Hann er komið 21 stigi og spila fína vörn en búinn að vera stundum mislaðar hendur í tegnum og vera klúður á opnum skotum sem að við telst aðdurumæðurinn er að setja. Oddur hana með einhverja driblar hana. Oddur Ögur fer á Pálma. Pálmi tekur annars ruðningi sinn. Og þetta er bara hárrétt. Pálmi var búinn að standa hana frá því að Oddur byrjaði hinum inn. Það var bara tekur hann á sig og það var frábærlega vel gert. 2:13 eftir að fjórða leiklutanum. Það er vel skúra hjá honum þarna. Kemur Arnþór upp með boltann. Írikar 2-2-1 pressu. Og ná hann með einhverjum 8 sekúndum af klukkunni. Þá er Tindastóll ekki að fara að setja upp sóknina fyrir nema það eru 14 sekúndur eftir. Arnþór dræfir teginn. Erfitt. Fleik. Hann blokkaði Hamid Dikko í skjaldum. Þvílíkt rönn hjá Fleik þarna. Það er nóg eftir og síðan fer hann í tvistinn. Setur hann honni. Hann er bara langt með að klára þennan leik. Bjarni Magnússon þjálfari Írikar er brjálað. Skilan smá, mögulega var þetta vill en ég ætla ekki að dæmi það núna, ég verði að sjá endursýninguna, þetta var rosalegt. En Fleik fór væntanlega langt með að klára þetta hana. Stoppar Írikar, tekur síðan bara spretti fram aftur, neglinu tvist og kemur þessi 13 stig og það er 1:30 eftir að 1:39 nákvæmlega eftir að fjórða leiklutar þegar Bjarni tók leiklega í kjölfarið þessum. En þetta við erum að reyna að fá endursýninguna á þessu. Það virðist ekki. Við erum að sleppa því. Við erum með bölvu við vesinni hérna með tæknimálin en það er bara svona maður. Tækniörðuleikar geta verið og ég minna enn og aftur að þeir sem hafa áhuga og þá kemur leikurinn í heild sinni inn á YouTube að gera horfa á hann þar. Og hérna búinn að vera nokkuð skemmtilegu leikur bara með svona fyrsta leik tímabilsins þá þetta mistök á bá og allt þannig en hérna aldrei verið neitt svona hvort lið. Það er rönn á bæði lið og Fleik brýtur hann af sér hárrétt. Tekur skrefið hann út í Sveinbjörn á leiðinni eða þegar hann er að dribbla fram hjá hann. Það er það er náttúrulega bónus að báða en það eru 2 skot sem Sveinbjörn fær. Sveinbjörn setur fyrra vítið. Með 8 stig. Sveinbjörn er kannski ekki búinn að vera ákvæmlega eins og hann hann er kannski komið annar hlutverk í þessu tímabili hjá Íringum en hann er þannig ekki komið með 9 stig og á kannski ekkert að vera mikið í það að skora boltanum. Kannski hugmyndir að aðrir eiga að vera í því, ég veit það ekki en með þennan leik þá myndi ég halda að þeir þyrftu framlag frá honum en hann lenti kannski í smá vindluvandræðum. Hann var komið 3 villu snemma í fyrra leik. Arnþór fyrir línuna. Fyrra vitið er honni. Seinna vitið. Það er einnig honni. 1:30 eftir þegar staðan er 80-93 og Mitchell fyrir í þrist. Þannig er ból. Og
En Kristján Pétur nær að henda boltann til Sveinbjörns og Hammi Dikko fer alla leið og hendur hann hátt að spjaldinu og onni. Mjög vel gert. Og það brotið af Pétri. Þetta verður væntanlega svona, já, örugglega bara þangað til að Írika skora ekki meðan þeir sjá sjans í þessu. 82-93, 11 munur, 1:18 eftir af leiknum og Pétur, fyrra vídeó Pétur er onni. 82-94. Seinna vítið fer sömuleiðis onni, frábærlega vel gert af Pétri. Pálmi til varnar og Sveinbjörn. Sveinbjörn fyrir þrist. Það vill á Pétur, nei, Hammi Dikko. Pétur fyrir á línuna. Það er komið mikil ró yfir húsið núna. Fyrra viti á Pétri. 85-96. Seinna vitið, já, bara klára þetta. Mjög vel gert. Arþór til varnar á Sveinbjörn Klassen. Klassen finnur Dikko sem að fer mjög hátt upp. Enda með því að fer að honum á útaf. Og það er til þess bolti. Og Lúis fær boltan. Og það er vill á Hammi Dikko og Lúis er á línuna. Þetta er svona að renna sitt skeið þessi leikur. 85-97 er staðan fyrir Tindastól og Lúis er að fara að skjóta 2 vítum. Fyrra vitið legur á rím. Þarna er Lúis að setja 37. stigið sitt. Seinna vitið hjá Lúis. Sömuleiðis. Viðar inn á fyrir Fleik. Arþór til varnar á Sveinbjörn. Sveinbjörn finnur Hammi Dikko. Dikko fer alla leið. Nær ekki að setja leið upp honni. Mitchell rennur eftir frákastlega. Það er þristur, ekki honni í Lúis nær boltanum. Og það er enn og aftur brotið. Lúis er að leiðin á línuna. Þetta var 5. villin hjá Hammi Dikko. En eins og þessi leikur spilaðist að þá augljóst að Tindastóll eiga eftir að vera betri vitur. Nú setur fyrra vitið. Væntanlega mun nýr bandaríkjamaður koma inn í þetta og breyta einhver breytingar verða sjálfkrafa. Lúis fer út af, skila frábæran leik, 39 stig. Viðar til varnar, Oddur. Langur þristur á Odd, hann setur hann honni. 85-88 segir 101, Arþór. Írikar hættir að brjóta allara. Björgvin kemur, setur á honni. (90-103) eru lokatölu þessi leiks. Tindastóll sigrar. Útileikur. Fyrsta leik, sigur. Vantanlega það sem var lagt upp með. Samfærdi sigur, já, þannig séð.
voru þetta 5-15 stigum yfir allan leikinn. En spilamennskan var kannski ekki brosandi samfærandi og fullir virðingu fyrir ÍR-ingum, en ef að andstæðingurinn hefði verið af þeim liðum sem eru spáð í efri hlutanum eða ÍR-ingar hefði hitt í toppleik, þá hefði þetta geta farið öðruvísi. En annars bara sjáum við kannski við sjáum síðar bara, og ég minna enn og aftur að leikurinn fer inn á YouTube í heild sinni, og við séum að vera að klappa bara með þessum. Ég heiti Guðlaugur Skúlason og var með ykkur þetta í kvöld, og bara fyrir hönd Tindastóls TV að þakka þér kærlega fyrir mig. Ég steig mín fyrstu skref með mannesku sem ég fann reikandum alein, en dró allan nátt mér eftir áralanga ferð með